Það ekkert hlutleysi til í þessu. Við erum kristin þjóð, höfum verið það í 1000 ár. Skólarnir eru upphaflega allir stofnaðir af kirkjunni og þeir vaxa síðan frá henni vegna þess að þjóðfélagi tekur við þeim. Og þessi trúararfur sem hefur mótað okkur og gefið okkur grunngildi eins og það að elska náungan, eins og það að virða alla menn og svo framvegis. Þetta eru mjög sterkir póstar í kristinni boðun og kristinni trú og kristnum sið. Mattheusar guðspjall. Barátta. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur valda sundrungu. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér mín ekki verður, og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér mín ekki verður. Jesús skýrir. Eins og illgresunu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístrand tanna. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki nafns míns, mun fá allt 100-falt aftur og öðlast eilíft líf. Bréf Páls til Efesusmanna. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveifni, konurnar eiginmönnum sínum eins og drottni, því að maðurinn höfuð konunnar, eins og Kristur höfuð og frelsari kirkjunnar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Bréf Páls til Kólossumanna. Nýtt samfélag. Konur, verið undirgefnar eiginmönnum ykkar eins og sómir þeim drottni heyra til. Börn, verið hlýðin foreldrum ykkar í öllu því það drottni þóknanlegt. Þrælar, verið í öllu hlýðnir jarneskum húsbændum ykkar, ekki með augnaþjónustu eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur af einlægni hjartans, af lotningu fyrir drottni. Við eigum að treysta fólki fyrir því að það vinni faglega, það beri virðingu fyrir öðrum, það valdi ekki yfir aðra, það haldi lífskoðunum sínum fram með svona hæfilegri hógværð og gerir það á grundvelli menntunar og annað. En þetta að fara að loka, búa til svona girðingar og hindranir, mér hugnast ekki það þjóð. Við lifum ekki í neinu tómarúmi, Viljum við fá vísindahyggju inn í staðinn, guðlausa vísindahyggju inn í staðinn, haldið að það verði eitthvað betra? Og trúin á mannin, það aumasta trú sem til það trúin á mannin.